Hann er að taka klóseppa fyrir núta. Welcome, Sunniva. Welcome. Welcome to our baking channel. This is our new baking channel. Greinsvín. Heyrðu, við ætlum að baka smá kökur. Já, en sko aðalmálefni dagsins er í raun að skreyta. Já. Að skreyta hérna... Eins og þið sjáum þá erum við ekki að leggja mikla áherslu í að baka. Nei. Við fyrir að the easy way. Fengum hjálp frá frænku okkar Betty Crocker. Já. Krokó? En já, við ætlum að búa til muffins úr þessu. Og svo ætlum við að skreyta þar Halloween style. Já, af því að... As good as we can, sko. Já, við erum ekki miklar skreytikonur. Og hvorugar miklir bakarar, þannig séð. Já, og líka svo var bara til takmarka magn af skreytingum. Ángriðs var allt umselt, ég skil ekki neitt, sko. Er ég í lagi? Það er eins og allir hafi verið með nákvæmlega sem hugsunir á við alla dagana. Þegar við ætlum að gera grasker, það var ekki til. Og svo ætlum við að skreyta og það bara, þú veist, rauði mataliturinn var bara búinn í öllum matarverslunum. Nema einni. Nema einni, því við fundum hann á hendunum. En við fórum alveg í nokkrar, þannig að við svona náum að skítasafna einhverju hérna saman. Þetta er bara æði, ég lagt til að sjá hvernig þetta kemur út. Við erum ekki með neitt structure eða plan, en við ætlum að reyna að gera kökuna eitthvað skeri. Já. Þannig að, já. Þannig að við erum bara á þessu degi. Við ætlum bara að hendi í súkulega muffins. Maður sjá þannig the recipe. 75 millilitrar olía. 120 millilitrar. Mikið? Ok, mikið. Þú veist, já, ok. Já, ok. Já. Ok, mikið olía. Já, en við ætlum að gera muffins úr þessu. Já. Við ætlum ekki að gera kökuna. Nei. Ok, þið sem að kunni ekki baka Betty Crocker, það er super simple. Þetta er það 3 innihaldsenni. Þetta er ógeðslega þægilegt. Já, það búið að gera allt fyrir maður. Þetta er ekki auðvitað samt sem aður. Nei, bara öll svona degi í poka. Já. Það er æði. Elskum degi í poka. Ok. Næst áttu að setja... Ég veit að ég er bara allt. Hvað er step 2? Nei, það er bara ekki step 2, það er bara ekki svona þetta sem þú þarft. Já, ég þarf ekki leiðbeiningar. Þetta er ekki millilítraglas. Þetta er cups. Þetta er desilítrar. Desilítrar, ég veit alveg hvað. Þetta er 1,2. Ég vilt ekki byrja á vatninu. Akkur? Ég veit ekki, þetta fyrir saman sétu. Ok. Skólum frekar ólíðinu úr. Nú þurfum við að setja 120 millilitra vegetable oil. Fokk, ég fyndi að það var ekki hérna... Þetta er vegetable oil. Jú. Já, sko, við erum ekki með millilitramál, þannig við erum bara með desilitramál og við erum að giska. Ég held, sko, að 1 desilítar sé 100 millilitrar. Til langar þetta að googla það? Nei, ég er nokkuð viss. I'm confident. Annars bara verður þetta tókið. Svo setjum við bara vatnið. Það máttu ekki googla það, sko. Ég ná í tissu að þér. Var ekki 230? Og Jú. það er skrítið measurements. Þetta er svona ish. Þetta er líka, hafði ég ekkert að sé svona. Þú veist, maður hefur séð svona lítil svona desilitramál úr, þú veist, heimilisfræði. Ég hef aldrei séð svona stórt. Nei, líka sko, vandamáli er, við ákveðum að gera það, að fara að baka eitthvað og við erum heima á mér og ég nýflutti inn og ég á ekki neitt. Þannig við vorum keyrandi allan bæ að fá lánaðan, þú veist, skál hér og þar og handhittara og þú veist. Þetta er alltaf mikið vöku. Nei, sko, svo vantar okkur 3 egg. Já. Það er mikið þurrt handhægur hann, sko. Nei, raunin ekki. Ok, hvað er ég að googla? How many... Dumb and Dumber. Er ekki 3? Jú, í 1 desilitri eru 100 millilitrar. Þannig að you are I'm so completely smart. right. Jú, 3 egg. Vilt þú bara þetta? Ég er með ring. Nice. Líka. Þá þetta rauninni ready. Já. Fyrir utan það að við þurfum bara aðeins að blanda þessu saman. Og ég séu þetta ekki að reyna.
Þetta er bara eitthvað svona blubblí-blæp. Ó, það sést ekki neitt. Blúblí-blæp. Já, og það sem við með til að skreita er hérna eitthvað svona dótri. Betty Crocker krem. Svona icing, eða svona styling cream. Sko, og þetta er líka rjómaosta. Það er fucking gyrlegt gíðin. Svo keyptum við eitthvað svona stút. Og póka. Og eitthvað Fjölnóndapóka, því að okkur vantaði þennan stút hérna. Okkur vantar svona mjóan stút til þess að geta, þú veist, gert kóngulófi eða eitthvað. Þetta lúka bara heldur vel. Já, það stendur bara að þú átt að... Já, svo hann. Ég veit alveg hvernig ég á að baka með því krakkar. Nei, í 2-3 mínútur áttu að vera þessu. Until smooth and Þetta er creamy. mjög smooth and creamy, sko. Ég hef aldrei séð þess eins smooth and creamy deig án þess að nota blandara. It's very smooth. En það er næsta skref bara að setja þetta í formið. Það ekki? Jú. Oh my god. Þetta er örugglega heimskulegasta leiðin samt, sko. Nota skeiðar. Já, við veitum ekki alveg hvaðan við ættum að nota. Gaman að gera cupcakes. Mér finnst miklu skemmtilega að borða cupcakes eða köku. Ég sammála. Ég er ótrúlega sammála. Svo einhvern tímann viljum við gera þetta frá scratch. 100%. Það er bara rosa sjaldan að baka köku frá grunni, sko. Ég? Ég? Já. Æ, það var svona þægilegt að gera þetta svona. Mjög. Hvað er uppáhalds hráa degið þitt? Kökudeig. Já, sammála. Ógó. Kökudeig. We love cookie dough. Ég fæ mér alltaf kökudeig bræðri. Og nei, ég reyndar sko lakkrís toppadeig, eða það er náttúrulega bara marans. Új. Bara ekki lakkrís toppa. Jú. En ekki degið. Ha? En mér finnst lakkrís ekki það góður. Já, þú getur gert alls konar toppa. Já, en mér finnst lakkrís toppa góðir, sko. Við myndum það bara, það væri bara ómikið lífsfræði að vera hráar. Nei. Jú. Ekki deigið sjálf. Jú. Það er lakkrísinu inn í súkkulaðinu. Já. Er það ekki blandað við? Hefur aldrei gert lakkristoppa. Mjög oft. Það kemur ekki bragðið af. Það er ekki hrár lakkrís. Ha. Skilju. Nei, ég veit það, en þú veist, bara svona, segjum að ég væri að fara að smakka degið eftir ég er búin að setja kurl ofan í. Kurlið með súkkulaðbúða. Ég veit það, en þú veist, þá myndi ég bara fá svo mikið lakkrísbragð í einu. En þú sleppir bara að borða, skilju, lakkrísdótið. Fattar þú hvað ég tala um? Nei. Bara maransin. Já, meina það. Já. Allt svona súkkulaði, þú veist, degið er bara vitra. Þetta er alveg gott, sko, ég var að smakka það. Já, degið? Já. Já. Það er bara þetta svona kakó, bara. Já. Þið hefur það gert slettibránís. Já, best. Það er eitthvað annað gott. Þannig að allir góðir hlutir combined. True. Cookie dough, bránís og Oreo. Oreo. Ég var alltaf að gera það þegar ég var yngri. Ég hef gert það í mörg ár. Nei. Ég hef ekki fengið það mörg ár. Þessi slettibránís. Erum við 12 ára? Ha, já. Ég veit eitthvað, það er svo dimmt úti að það er bara eins og klukkan sé 3 um nótt og við sem að baka. Ok, hvað er aðal okkur? Klukkan er sem ekki alveg 3 um nótt. Hvað er hún? 8? 9? Við ætlum að byrja klukkan 4. Herri, svo tók þetta bara tíma. Það er fokkja langa tíma, þú þurfum að fara svona 4 búðir til þess að ná í allt þetta dót fyrir þetta. Herri, þetta er bara flott. Ég veist það. Ef við henda þessu bara inn í ofn og þá getur við hent hinum eftir á. Já, kemur. Ok, kökurnar eru í ofninum. Lyktin er perfekt. Við ætlum að mixa litina. Já, þar sem við fundum bara 3 liti. Rauðan, grænan og bláan. Sem eru einu litin sem við þurfum. Sko, við hefum náttúrulega viljað fá svarta alls konar. Ég veit að ég segi að þetta er svona einu litinu sem maður þarf til að blanda alla litina. Það er sem við höldum allavega. Já, svona, ég veit manni hvað það kallast, grunnlitir eða eitthvað. Það heitir eitthvað, maður lærir þetta í grunnskóla. Samt eiginlega bara alveg slikt á venjulegu. Já. Já. Hvað leitist þú? Við erum að fara að nota liti saman, það ekki? Nei, þú fara ekki náttúrulega mína. Víst?
Ég held að ég ætla að búa til svartan. Ég ætla að gera það. Ok, þú má gera það. Nei, þú mátt alveg gera það. Nei, gerð þú En það. hvað ég gera þá? Ég skal gera appelsínugula þá. Vil ég ekki gera svona appelsínugula svona Jú, pumpkins? helst. Það er ekki kúla. Jú. En svartu var það allir. Já. Ok. Passaði samt. Já. Það skilur meira af einhverjum einum skilur heldur en hinum. Ég ætla bara að testa mig áfram það ekki. Ég held að mest af bláum, en ég myndi bara setja svona einn dropa á. Já. Ég ætla að gera appelsínugula en það var Grænnorður. Við höldum það. It's gonna be experimental. Við ætlum að gera svona scientist of the motherfucking day, yay. Svo Bretman. Bretman. Ég elskar Bretman. Ok, þetta er ógeðslega rautt. Má ekki alveg sleikja matalita það? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ekki. Það er blá. Fuck. Af hverju vildur þú svo sleikja? Og því ég fann það putta minn. Æi. Sko, ég er búin til hafið. Þetta er geggjað litur. Já. Ég veit ekki hvað það er mikið. Mitt er bara datt ofan í. Þetta er alltaf mikið. Nei. Hvað er bara slitið þinn? Má ég giska? Já. Svo átti ekki gott lit. Það var einu sinni þessi lilla blái. Út af því Þessi peysa þín? Já, eins og peysa mín, af því að það var uppáhaldsliturinn hennar Britney Spears. Þegar ég var, sko, major Britney fan. Þetta er ekkert að virka. Þetta er bara bleikt ennþá. Þú þarfst eiginlega að setja meiri eitthvað lit. Þetta er ekki sem verið gult. Þetta á að verða gult, rautt og grænt. Ætla að virka ekki eins með matalit eða eitthvað. Jú. Ekki segja svona. Særandi hluti. Fóru aldrei vantið meira af. Ekki glæran hund. Það vantar ekki meira rauðan, það er raukt. Hvaða lit er? Nei. Oi! Það er bara grá. Það er auðvitað til yfir í heim að búið svartan. Þú stýttu þess, sko. Új, mér er kúkabrúð núna. Új, look at this. Ég er bara minnir svona. Þinn er fjólugur. Þetta er búin svona alla litina. Nei. Ég ætti að setja grænum. Passaði á hann, sko. Jú. Æ, er þetta ekkert að fara að takast? Ég held ekki, sko. Æ. Oppa, bæ. Hvernig ætti, ég skil ekki alveg hvernig grænn og rauður ætti að vera gulur. Nei, það var samkvæmt Google. Það meikar ekki sens. Það meikar engan sens. Ég er búin að fá sér. Hún er ógeð. Þú lítur hann á ekki að svartan. Mér finnst hann bara smá grár. Ok, hvað heldur þið fyrir meira af? Bláum örugglega. Új, hvað er ógeðslega hlutur. En það er samt alveg fínt í svona Halloween. Þegar við verðum að gera eitthvað sætt á þetta fangja. Minn er verri, sko. Minn er ekkert skána. Minn er orðinn eitthvað bara sinnef eða eitthvað. Þetta er ekki í lagi. Þetta er örugglega bara svona ljótasti litur sem ég séð. Hvað er þetta? Þetta er alls ekki gulur og alls ekki appelsínugulur. Þú sýnir mig að vera gulur. Hvað er minn? Hvað Ég heldur þið veit fyrir? ekki svona. Nei. Grænn. Hvað? Við þurfum bara að koma þessu hérna ofan í. Við þurfum ekki að setja það mikið af því að þetta er augun, eða ekki? Við notum þetta til að smyrja. Ætlum við þá bara að byrja núna að skreita? Það er æði. Geðveikt. Takk. Ok, hérna er svarti liturinn okkar. Hann lukkar eins og... Ég meina bara ekki að segja það. Ég var eitthvað blóðugur kúkur. Ég var líka að hugsa það. Ok, er það bara að byrja eða? Já, let's do it. Nice. Ég ætla að gera þetta náttúrulega fyrst. Bákvæða langt sem ég gert þetta. Ég var eins og alltaf að gera svona. Er það? Hvernig varstu alltaf að gera hérna?
grunnskóla. Varstu mikið að gera kökur í eða svona skreita kökur í grunnskóla? Já, það var líka alltaf svona kökukenni í félagsmiðstöðum minni, ég tók alltaf þátt. Og ég vann alltaf. Já, oh my god, nice. Ég ætla að búið eitthvað svona Hello Kitty kökur. Er það? Já. Já, ég hefði haldið að þú verið að gera Marvel kökur. Ángríns, ég var ekki alveg nóg að tala þetta. Ertu bara að pröfa svarta? Já. Svarta. Ok, hvernig verður þetta ganga? Ég sver þetta áttur að frössur. Jæja, ok. Þetta er æði svartur. Herru, við fengum okkur eitthvað svona Oreo Spooky Oreos. Mér er búin að langa að kaupa þetta. Ég er búin að fá mér. Ef það sittur Oreo fyrir frá mig, þá var ég búin að fá mér eitthvað á þá. Ég var fyrir beint eftir að við borðum matinn, sko. Er það bara sama bragð? Nákvæmlega eins, sko, engin munur. Það er mjög flott. Ég held samt að þú áttir að taka kökuna af, eða ekki? Jú. Ég veist hálfana. Já. Þetta var skrimslið með 3 augu. Þetta er eins og... Akkur settur ekki svörtu doppunar? Akkur vorum að gera þetta svarta krem. Ég er ekkert eitthvað ofta að skreita svona muffin samt. Nei, let me rephrase that. Ég hef aldrei gert það. Ég hef einu sinni gert það. Það var þegar ég var ekkert að gera það heima eitthvað bara svona fyrir svona áramót, bara svona for the fun of it. Já. Það að gera eitthvað. Þú veist, það var alveg 2000. Þín er mjög flott. Það var eitthvað svona 2014 eða eitthvað. Sko? Þetta er ekki betra? Þið sem er samt skeri, já. Nei, það er bara hún dúlló. Hún er alveg smá cute. Það er ekki svona reyðar augabrúnir. Við þurfum að fara næst yfir svona kökubúð. Já. Og græja bara allt kökudót. Ángríns. Sjáðu það hvað ég gerði ógeðslega flottan grænan. Já, minnsti Halloween grænt sem ég séð. Þið hafa ekki reynað að gera grænana því ég notaði grænan og bláan. Ég held ég hafi reynað að gera fjólbláan. Og fekkst þannig græna og varst bara, nice. Já. Það er alveg gaman. Þú veist, ef þú væri með réttu tólin í þetta og væri að njóta mín geðveikt, svona meira, skilur, ég er að njóta mín. Ég er sammálaður, sko. En þú veist, þá væri ég bara svona geðveikt creative og það væri ekki hægt að tala um mig, sko. Nei, það er kannski skárra. Já. Að það sé hægt að tala um. Það finnst það svo gaman. Elsku það svona. Þessi Geggjuð. kónguló er ekki með mjög symmetrísk augu, en svo er það sætt. Svona æði. Takkar, hvor vinnur í fyrsta rándi? Þín. Ég samt að segja ykkur, sko, Sunneva er miklu listrænni en ég. Ég skil ekki að hvað að ferða, sko. Hvað ég fæ það? Þú veist, þú bara ert það. Hún sko, þegar við vorum í skólanum og svona, þú veist, hún var eitthvað svona bara að dunda sér að teikna. Dunda sér að, þú veist, Dúlla. skissa eitthvað í bókinu sinna, það var það geðveikt flott. Það man ekki svona eftir. Og líka, hvað skissar þú yfirleitt oftast? Naktarkonur. Já. Mér finnst geðveikt gaman að teikna naktarkonur. Jú, bara mannslíka mun svo Já, fallegur. mannslíka mun svo geggjaðir. Nei, en þú veist, ég get ekki skissa, skilur, neitt, bara. Jú, þú varst að segja mér skissi daginn. Já, ég sem sagt, þú veist, ef ég er að skissa eitthvað í bókinu mína, eitthvað svona dútla mér í tíma, eitthvað þegar maður leiddist eða eitthvað þannig, eins og maður er alltaf ekki stundum að gera, þá var það að því þá skissaði ég alltaf sömu mynd, bara eina mynd sem ég kunni að gera. Og það er mynd af svona gæja, hann stendur svona og hann með svona augun koma út úr sér og svona gestórt, augun að koma út úr honum. Ég var að sjá þessa dúllu. Ég skal dúlla þetta fyrir þig og það er kveikni í borðinu hans. Og hérna, þetta er mynd sem ég sá einu svona bróður minn teikna og ég stal þessu, það mér finnst það svo góð hugmynd. Svo hef ég bara teiknað það síðan og við vorum eitthvað svona, ég var eitthvað svona 7 ára þegar ég sá hann gera þetta fyrst. Það er bara ennþá að gera þetta í dag. Já. Ég er bara ekki með hugmyndaflæði í að finna upp mínu eigin dúlli. Þetta er Frankenstein. Hann sætir. Hann er ekkert scary. Nei, það er enginn aðeins skering. Þessi kóngulóðin skeri. Já. Það er svona horrible. Hvað mér finnst það sætar. Ég elska þær. Ógeðslega cute. Ok, ég ætla að reyna að gera pumpkin og svona ógeðslega ljót appelsínugula sem ég gerði. Ég er að reyna það, sko. Er það þið? Bókhaldur, og er það að gera úr hérna kremina Oreón okkur sem? Ég er að taka krem úr Oreón og setja það núna. Því þetta verður aldrei pumpkin. Stendur eftir þér. Æ, mér langar að gera það. Bókar snögg. Takk. Mér datt þetta allt í henni hug. Ég er svo til að borða þetta. Þú mátt borða þetta, sko.
Ég elskar svona tómt Ég skal borða þessa Oreo. Nei, þessa muffins. En hvaðan fékkstu teiknihæfileikana þína? Frá hverjum eða? Já, bara hvaðan kom þetta? Hvenær byrjar þú að góðið að teikna? Ég myndi ekki segja að ég var eitthvað góð en ég kann alveg að teikna. Já. Manstu, þú varst einu sinni alltaf að teikna ljón sem þú ætlar að fá þér sem tattoo. Já, ég teiknaði ljónið mitt. Ég ætlaði að fá mér það. Já, ég segi það. True. Þú veist, ég myndi aldrei geta að teikna eitthvað á mig sem ég myndi festa mig, sko. Ég teiknaði upp líka skissaði rósina mína sem ég er með. Já. En ég veit það ekki, ég hef alltaf bara verið mikið fyrir að teikna og herbergið mitt var alltaf bara fullt af, allir vegginu voru bara einhverja teikningar eftir mig þegar ég var yngri. Og teikna fólk, en ég er ekki góð í því samt. Nei. Ég ætla að teikna. Ég besta portrétti sem ég á, sem ég teiknaði, það var þetta fyrir eitthvað samfélagsfræði verkefni. Bara Hitler. Já. Í grunnskóla þá áttum við að teikna Hitler eða eitthvað, ég man ekki hvernig verkefni var. Og það er náttúrulega besta svona Portréttmyndin. Portréttmyndin mín. Fokk, það finnst það. Here we got a pumpkin. Ok, þetta lúkkar alveg smá. Þetta er alltaf læg. Já. Þínu gett ógætilega út af því að þú ert búin að eyðileggja muffinsið fyrir þetta. Það er því að þetta er svo fjör. Hvað þætti ertu að horfa á núna? Ég er ekki að horfa á neina þætti af því ég var að klára þarna Haunting of Bly Manor. Hvað er það? Það er það hryllingsþættirnir sem eru í gangi. Já, alveg að þú segir mér frá þeim daginn. Þeir eru ógeð. Ó, ég þarf að það voru svo ógeðslega skemmtilegir. Já, þú veist, þeir eru skemmtilegir, sko, en þeir eru bara ógeðslegir, skilur. Já. En þetta er sem sagt sería 2 af, þú veist, það er önnur sería fyrir sem að er, skal ég þess segja, Haunting of the Hill House. Hún er ennþá meira creepy. Þannig að, þú veist, þetta er sería 2 en þetta er samt ekki sama sagan, en samt svona sama konceptið, basically. Já. En ég myndi segja að Haunting of Hill House var miklu, miklu verri. Damn. Já. Þetta er mikið fyrir svona scary shit eða? Já, mér finnst það alveg skemmtilegt, sko. Já. En ég sé allt eftir. Ég er svo ógeðslega hrædd. Ég man ég fór á Annabelle í bíó. Og ég horfi á allar hryllingsmyndir hér. Já. Ég er ekki að grínast. Nei. Ég er í bíónu, ég er hér, ég get horft í svona gegnum lítið gat, en mér líður bara svo illa. Ég veit að mér líður að mér. Nei, mér líður sko ógeðslega. Já. En samt píni ég mig í gegnum þetta. Ég legg það ekki á mig, sko. Nei, það er rosa sniðugt. Ég gerði það alltaf, skilur, í gamla daga, en ég er bara svona, núna er ég svona til hvers, mér líður bara, ég get ekki sofið og eitthvað. Ég var að keyra heima á þessu Annabelle mynd, ég var bara með kveikljósi af því að mér leið bara eins og væri eitthvað í aftsæðinu. Já, ógeðslegt. Það er alveg sérstakt koncept að vera að horfa á, skilur, hryllingsþætti. Já, ég myndi aldrei gert það. Af því að það er svolítið svona lengir þetta. Það er maður alltaf að bíða eftir að það sé bara búið. Já, með hryllingsmyndir, þá ferðu í bíó og þú ert bara ég er að bíða eftir þetta búið, Svo ferðu aldrei það satisfaction. Satisfaction. Maður alltaf að bíða þannig að kemur dagur. Já. En, oh my god, ég maður þegar var Annabelle 2 eða eitthvað og þegar kom dagur, það var samt eitthvað að gera. Því að var svona, nei, ég er farin núna, sko. Bara, hér segi ég Sjáðu múmíuna mína. Ok, þessi þetta er ógeðslega cute. Það ekki? Þetta er sjúklega cute. Þetta er svona cute, svona cute scary gæjar. Þetta er mjög barnavænt. Já. Mér finnst það, ég er alltaf stolt af þeim. Jó. Ég held að þetta myndi vera hræðilegt að með hvað við vorum komið með hérna í mixinu. Ok, pumpkin og sunnu var sko betra. En mitt er bara... Ég finnst þetta alveg að. Þess betur litur kannski. Ég setti svarta kúlu og bara hvarf inn í. Ok, hérna auga. We tried. Þetta hefði getið alveg verið súkkulakrem. En þetta er bara alls ekki súkkulakrem. Þetta er sko, við vorum að smakka þetta. Þetta bragðist bara svo matalitur. Ef að það hefur bragð. Það er bara ekkert bragð af þessu. Er þetta ekki pínu svo kóngulófur? Já, ég út í geðvægt. Takk, ég ætla að setja kóngulóðum á hana. Ói, ok, hvað veist þér ógeðslegasta skordýri? Er það ekki bara átó kónguló? En kónguló er svona einhver sem maður veit hvað er, þú veist. Þetta? Já. Ég veit aldrei hvað það er að hugsa. Já, en þú veist, hvað með skiluru kakkalaka?
og þeir eru ógeð. og hvað með skilur sportdrykka og eitthvað shit. Myndirðu borða sportdrykka? Er sportdrykki hérna, er það skordýr? Já. Er það? Hvað það annars? Drykki? Er ekki að bánsa? Nei, það var að leiða. Thanks. Þetta er nýjasta muffins mitt. Þetta er svona kónguló og við. Og ég veit ekki hvort það sjáast, en eitt auga. Sýnum það allar eftir. Ok, já, af því að við erum að búa til svona skrípi og dýr og eitthvað. Hvað er svona hættulegasta dýr sem þú hefur verið í návist við? Þú veist, hvar? Líklegast útlöndum, skilur? Já, en bara þú veist, í dýragarði eða? Þú veist. Ég sko hata dýragarða. Ég fer ekki í dýragarða. Nei, en fórstu ekki þú veist yngri? Jú. Já, ég líka. Örugglega háirðingur. Er það náttúrulega ekki? Hefurðu séð háirðing? Ég fór einu sinni í svona park. SeaWorld? Já. Manstu ekki bara uppáhaldsmyndin okkar Birtu? Já, ándjóks. Uppáhaldsmyndin okkar er Blackfish. Blackfish, sko, ef þið hafi ekki séð Blackfish, farið að tjekkja á henni að því að hún er svakaleg. Þetta er uppáhaldsmyndin okkar Birtu. Ég gleymi ekki. Við horfðum svo ofta á hana saman. Já. Og við vorum svo inni í þessu máli. Já. Blackfish. Og ég er hann í dag, eða þú veist, já, ég líka. Ég myndi aldrei, hérna. Ég hef ekki farið í dýragarð síðan ég sá þessu mynd. Ægheldur. Svo ég myndi aldrei gera það. Ægheldur. Og þá síðasti garður sem ég færi í SeaWorld væri svona SeaWorld garður. Mér finnst allir dýragarðar bara ógeðslegir, nema kannski svona safari sem er svona, þau eru frjáls, skilur. Já, en er það dýragarður? Það er það. Já, það er til þannig sem er bara, skilur, þau eru bara tekin saman, skilur, af heimilinu sem ég veit ekki, mér finnst það ljótt. Já, mér finnst það ógeð. Já, ég held ég hafi ekki farið, en ég fór eftir á þessi geggjuð. Það ekki? Jú. Svona beinagrænda draugur eða eitthvað neginn. Hann er æði. Ég elska hann. Já, ég hata dýragarða. Me too. Við erum alveg sammála þar. Jöp, en maður fór því miður oftar þegar maður var yngri, fyrir sérstaklega þá í útlöndum. Já, og ég sé skil náttúrulega foreldra að fara með börnin sín, skilur, af því að hvernig þau útskýra, en þú veist, ég vona bara í dag að það sé frætt meira, skilur. En líka bara að þú veist, ef þessi starfsemi ætlar að halda sig uppi, svo dýragarðar, að það verður bara gert með breyttu viðmóti, skilur, að þetta verður þá dýr sem ekki þurfa eitthvað svona hjálp að halda. Sem er yfirleitt ekki megin dýr nema þú veist hundar eða eitthvað, skilur. Já, kannski. Ég veit það ekki. True. Mér finnst það, nema að sé bara, mér finnst bara svona rescue centers verið lægir. Já, já, ok. Það er aftur in the wild. Já, ég ætla kannski eitthvað þannig, skilur, allavega Blackfish. Það er svona bíómynd, heimildamynd háhyrninga. Eða svona killer whales. Okkar. Aðalega tillikum, já. Og hvernig hann, fór fyrir honum. Og fór fyrir þeim sem var að sjá hann. Já. Sem ekki hægt að blámura honum fyrir, to be honest. En vissulega sorglegt. Þegar þú varst yngri, fórstu þá í svoleiðis garð og sástu. Já, ég var í Splash Zone. Þannig alveg fremst, skilur. Alveg rétt, þú sagði mér þetta á þeim tíma. Og já, þegar þú segir þér þetta, þá var ég bara svona trúgið farið. Já. En þá var ég á Spáni. Nei, á Tenerife eða eitthvað. Já. Það er í garðið líka og það voru einhver börnin hans þar. Já. Tillikum. Og var ekki einhver sem dó líka þar? Jú. Ok, cute. Þetta er bara það var alltaf einhver Spáni og mér minnir að hafi verið á Tenerife. Já. Þar sem að það var í garðinu sem ég fór að ég allavega. Það? Já. Já, en myndin er sagt það. Sérst háhyrninga og bara hvað bara SeaWorld er fucking sick as fucking. Og hvað eru hættuleg dýr og hvað við erum fucking galin, þú veist, þessi að við erum þannig mannfólk. Það er samt ekki hættuleg dýr, skilur, in the wild. Nei, en ég tala hættulega því að, þú veist. En ég var að tala hvernig dettur í hug að þú getur geimt eitthvað. Hann vanur að synda mörg þúsundir kílómetra á dag, örugglega, ég veit ekki með þúsundir. Og það fær bara eitthvað pinglítið búr, hann er fangins. Já, eins og þegar það tekið brot og svona fréttameilum, þú veist, þegar þeir voru að fara yfir þetta mál í Bandaríkjunum. Og þú veist eitthvað svona, you would get crazy in a small bathtub, wouldn't you? Þú veist, bara eitthvað, jú. En þú veist líka bara finnin, þú veist, þeir eru með svona finn, svona eitthvað hákarlar á bakinu. Og hann er alltaf beinn. Allir í þessum SeaWorld, eða flestir, eru með beyglaðan og það gerist ekki in the wild.
Nei. Þetta bara lack of exercise og bara þunglyndi. Þetta bara þunglindi, sko. Og þeir eru sagðir vera meiri félagsverur heldur en mannfólk. Já. Og þeir tala ekki sama tungumál. Skilur? Nei. Þannig að þegar þeir koma inn með eitt frá kannski Íslandi og eitt frá kannski Ástralíu, þá skilja ekki einhvern annan. Og þeir eru bara að leggja einhvern annan í einelti og þegar það tekið barnið af einum. Já. Manstu hvað hún var bara grátandi í horni bara. Oh my god, það var hræðilegt. Umulegt, sko. En já, þannig að það er hættulegasta dýr sem við verið í kringum. Háhyrningur. Hefur eitthvað fyrir svona krókódílagarð? Ói, nei. Ég fór eins og hún. Ílbrunni. Bara einmitt á Spáni, þú veist, með fjölskyldunum minni þegar ég var lítil. Já. Ég skítrætti þá maður. Það var ógeð, sko, þegar það ekki. Já. Það er bara einhver, þú veist, þeir eru bara snakes fyrir mér. Úi, snákar er ógeð. Ég er hrædd við snáka. Ég er svo hrædd af það, sko. Snáka, já, oi, þeir eru ógeð. Ég skil ekki hvernig fólk er eitthvað að leyfa sig að fara utan sig. Úi, já, myndirðu fara í myndatöku Nei. til að geggja myndir Nei. og liggja með snák? Nei. Sástu að Nikita Dragun og Bretman voru að gera það? Jú. Með Adam and Eve. Já. Ain't fucking worth it. Ég myndi aldrei gera það, sko. Þessi er betri. Já, þessi er betri. Svona smá svona eins og Cookie Monster og leikur. Líkir hann að reyða. Ekki spyrja mig hvað ég. Þetta er svona spurning og þú þarf að hugsa hratt. Hraðspurning. Já, í rauninu. Ok. Ok. Hvað er uppáhaldsdýrið þitt? John. Ok. Hvað er næst uppáhaldsdýrið þitt? Ég veit það ekki. Bara segja mér fyrsta sem komur. Fiskur. Ég hata fiska. Ok, veitu. Ok. Uppáhaldsdýrið. Kameldýr. Nei, þú bara segja fyrsta sem kom. Ok. Fiskur. Ok. Alltaf leið. Ok, af hverju er ljón uppáhaldsdýrið þitt? Ég veit það ekki. Hún er svo falleg skepna. Stór og... Oh my god, ég sagði það hann bæði stjörnuna fyrir okkar. Oh my god, já. En ok, af hverju er ljón uppáhaldsdýrið? Ég hef ástæðu fyrir, af hverju er ljón uppáhaldsdýrið þitt? Það er mér svo flott. Það er falleg skepna sem er stór. Ok. En af hverju er fiskur næst uppáhaldsdýrið þitt? Já, ég hata fiska. Og hvað? Ég veit ekki, fiskur er ekki uppáhaldsdýrið mitt, sko. Og næst uppáhalds? Það er það ekki. Já, ok, hvað er það næst uppáhaldsdýrið þitt? Hvalur. Ok, af hverju er hvalur næst uppáhaldsdýrið þitt? Að þetta er stór og falleg skepna. Og fólklega. Hvað? Ok, sko, leikurinn er þannig, þú ert að spyrja fólk hvað er uppáhaldsdýrið þitt og þau segja, og svo hvað er næst uppáhaldsdýrið þitt og þau segja fyrsta dýr sem þú sagðir og síðan hvernig þú lýsir því af hverju er hvað þú vilt í maka. Þannig að þú vilt maka sem er stór og falleg skepna. Já, og svo er næst uppáhaldsdýrið hvernig þú lítur á sjálfa þig. Ég finnst þú líka stór og falleg skepna. Nei, sko, Þetta er sko sálfræði í alvörinni. Nei. Jú, þetta er Ég er ekki sálfræði. stór og falleg skepna. Þetta er sko alvöru sálfræði. Hjálp. Ok. Hvað er uppáhaldsdýrið? Nei, þú veist það er búið að spyrja mig, en núna væri þér að Hvað senda sagðirðu? Það sem ég sagði þá... Takk þetta af mér. Það sem ég sagði þá, þegar ég var að spyrja þá. Já. Mamma spurði mig að þessu. Þá sagði ég, númer 1 var hundur. Uppáhaldsdýrið var hundur og þá sagði hún af hverju. Og þá sagði ég að því að þeir eru alltaf hamingjusamir og glaðir og finnst gott að sjá mann. Það er cute. Já. Og svo spurði hún hvað er næst uppáhaldsdýrið og ég sagði hákarl. Og hún sagði af hverju, ég sagði að því ég er ótrúlega hrædd við það og mér finnst það svona intimidating. Og þá mamma bara, nú varst þú að lesa makanínum. Uppáhaldsdýrið er hákarl. Næst uppáhalds. Já, hvernig? Já, sorry, það er svona sama. Nú veitum, mér finnst hákarlar svo áhugaverðir að þú veist rannsaka og skoða. Mér finnst þetta ógeð. Þeir eru ógeð en samt eitt uppáhaldsdýrunum til svona vita allt um. Já. Þú sagði ekki svona hundar. Nei. Þú veit svona Ég var að hugsa 500 hunda. Ég var að hugsa hérna svona meira exotic dýr. Nú langar þess að gíra því, má ég taka tilbaka. Nei, því þú vilt bara stóra fallega skepnu í lífið þitt. Ég get ekki að hugsa svona hratt, það kemur bara ekki að bylla út um mér. Þetta áttur að nornahattur, eða eitthvað sem nornahattur. Nei, þetta er bara ljótasta kakan sem er hérna. Hei! Sorry. Jæja, þetta er útkoman. Þetta er the final result. Ég verð að segja að þetta er örugglega það krútlega sem ég gert á ævinni minni.
Þeir ángríns með efni sem voru með og dóti sem við höfum í höndunum, þá tókst þetta nokkuð vel. Ég held að þetta væri að fara að vera flott. Já, það er ein og ein sem er mjög skrítin til Já. að mynda þessi hérna. Já, og hérna koronaveran. En annars, overall er ég mjög stolt af Já, það lúkkar óslega vel í heildsinni, skilu. Mér finnst það bara geðveitt hjá okkur, sko. Ég er bara sjúklega ánægð með okkur. Já. Ok, við ætlum að smakka afræsturinn. Ok, hverju ætlar að smakka? Ég held mér ekki að smakka kónguló með Oreo. Ok, ég vil smakka líka. Ég smakka bara alveg eins. Kónguló með Oreo var fyrir valinu, ég gera það báðar. Já, þú gerir þessu bara, því að ég gerði einu svona, en hún er með svona heilu Oreo. Já, það er kannski svolítið mikið til að Hún er borða. dálítið mikið. Ok. Sko, samt lykillinn á að þau voru að gera Betty Crocker setja vanildrópa og við gerðum það ekki. Er það málið Mér það? finnst það. Það setja alltaf fucking mikið á vanildrópum. Ég hef aldrei hljóðað það. Ekki? Nei. Erst þú líka að taka hann alla úr? Ég Hvað er bara áður? herma eftir þér, sko. Það er ekki að borða aðeins á sullum að... Þetta er bara nokkuð gott. Þetta er mjög gott. Já. Oreo, hvíkrem og súkkulaðikaka. Það getur ekki verið betra, sko. Nei. Already. Mæli með. 10 out of 10. 10 out of 10. Og í cuteness, 10 out of 10. Oh, wow. Hvað gerist? Það er öll út í ykkur. Þess að hverju ger ég þetta? Svo horfði ég á þig og þú varst þú með allt. Það kökur ég þig líka. Báðar áttu að róa, sko. Þú veist, við erum að taka upp. Hverju erum við ekki meira pena en það bara að róa? Kökur upp í hannum. Þetta máli er, við erum búin að vera að þessu í svona 7 tíma. Og ekki fá okkur smakka þessu muffins. Á að klukka 9, hún er 12 núna. Já, hún er 11:30 okkur, með ekki 7 tíma. En kannski með öllu. Já. Ég kom til þín 4:30 eða eitthvað. Já, og við erum bara búin að vera, þú veist, ekki smakka muffins í allt kvöld, þetta erum við svokar. Nei, bara tróma þessi. Þetta er gott. Og það var bara mjög gott. Ég er mjög ánægð með þetta. Mæli sjúklega mikið með og við náðum að gera ógeðslega sætar. Já, ég er svo stolt af þeim. Ótrúlegt en satt. Það eru sumar sem voru, þú veist, hvað er þetta? En á meðan við skilur, við vorum með einhvern ógeðslegan brúnan, þá kemur þetta bara fucking drullu vel út. No pun intended. Bara alls konar svo kóngulóvefir, Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein er geggjaður. múmíurnar hann Sunnefu. Ég gerði 2 Frankenstein af því það er svo sætir. Pumpkin. Hvað er svo betri pumpkin? Mín er náttúrulega betri litur. Þeir lúkar samt ekki það illa í mynd. Nei, ég veit það. En þú veist, myndalinn er að gera helling fyrir hann, sko. Já. Þeir eru náttúrulega sætar in real life, en minn er very cute in pictures. Já, liturinn er perfect, sko. Þessi hérna er catfish. Já, ángriðs mest catfish. Mesti catfish. En hérna, takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að horfa á okkur, skreita þetta í marga klukkutíma. Og hérna, við verðum betri með tímanum. Já, þetta er fyrsta attemptið okkar í kökuskreitingum og ekki síðasta. Alls ekki síðast. Það eru margir. Ég kom með áhuga núna, sko. Ég líka, 100%. Sérstaklega þegar ég sé niðurstöðunar. Já, nefnilega, sko. I'm so proud of us. So proud. Bye! Bye!